Jæja Óli, 4-3 tap, staðreynd gegn Frömmurum, fáum bara þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik. Já, bara slagir í dag og bara framararnir bara voru yfir í eiginlega öllu í dag og verðskulduðu bara þennan sigur. Byrjið illa, fáðu okkur 2 mörk á fyrstu 5 mínútum og 4 í heildina. Hvert er þitt mat á svona varnarleiknum í heild sinni í dag? Já, bara langt frá því að vera nú góður, bara undir í innvíðum, passífir, það er bara hægt að telja heilan helling upp. Við náttúrulega byrjum bara ekki leikinn, erum bara algjörir farþegar hérna fyrstu mínúturnar og svo bara svona lungað af fyrri hálfleik, vöknum aðeins til lífsins hérna svona miðbik hálfleiks en bara heilt yfir bara virkilega vonsvikinn. Höskuldur fer út af í fyrri hálfleik og Óli Valar áfram ekki í hóp. Geturðu sagt okkur aðeins bara stöðuna af þeim tveimur? Já, ekki búinn að vera aðeins brasa með bakið á sér og það tók sig upp aftur, þannig að hann fór út af bara meiddur hérna í fyrri hálfleik og Óli Valur var tæpur fyrir leikinn, þannig að það náðist ekki, þannig að já, það er bara eins og það er. Nú sitjið í 4. sæti með 15 stig, 10 stigum á eftir Víkingum. Hvernig svona metur þú þessa byrjun í mótinu og er stefnan enn sett á Íslandsmeistaratitilinn? Já, hún er náttúrulega ekki eins góð og við hefðum viljað. Þetta er búin að vera svona brokkingar frammistöður hjá okkur og síðasta frammistaða var virkilega góð og það var svona kannski svona eini leikurinn þar sem við höfum náð að tengja kannski 90 mínútna frammistöðu í. Þessi var virkilega slæm, svo hefur þetta verið aðeins upp og niður en við þurfum bara klárlega að gera mun betur ef við ætlum að elta þessi topplið, þannig að það er bara vinnan framöndan. Nú tekum við smá frí aðeins lengra í næsta leik. Hvað er svona helsta sem að þú ætlar að reyna að vinna í með þínu liði fyrir næsta leik? Já, ég held að eins og ég segi, við þurfum að setjast aðeins yfir þetta og rýna í þessa leiki og svona þessi mómentar sem að við slökkum á okkur og erum svona verðum passífir og ég held að svona fyrst og fremst þá þurfum við að taka skref í andlega þættinum að við þurfum að vera miklu aggressívar í að trúa á að við og sko ekki trúa heldur líka bara við þurfum að hafa fyrir hlutunum og mér finnst stundum við halda að við getum komist upp með að spila bara okkar fótbolta á þess að vinna fyrir því og það er áhugjefni. Takk fyrir.